Já, verið velkomnir áhorfendur góðir í KA TV. Hér erum við að fara að sýna síðari leik dagsins hér í KA-milunum frá opna Norðurlandsmótinu. Hér er mætast heimastúlkur í KA Þór og Afturelding. Verður gaman að sjá hvernig þessi leikur mun spilast. KA Þór spilaði frábærlega í gær á móti HK og vann þar 11 marka sigur. Svo sem svona ungt og efnilegt lið hjá Aftureldingu og líklegt að það hafa svolítið líka erfitt með KA Þór-liðið sem að ætla sér stóra hluti í vetur. Því miður þá fengum við skýrsluna svo stutt fyrir leik að við erum ekki með nöfn leikmanna í kerfinu á okkur. Það verður bara að hafa það. En já, KA Þór mun hefja leikinn. Og fara hér af stað. Katrín Viljánsdóttir í vinstra horninu. Aldís Ásta Heimisdóttir í vinstri skyttu. Á miðjunni er Marta Hermannsdóttir. Í hægri skyttu er Hulda Bryndís Tryggvadóttir. Í hægra horninu er Rakel Sara Elvarsdóttir og á línunni er Ásdís Guðmundsdóttir. Og hérna finnar Ásdís á línunni. Þetta er vítakast. Jóhann Gunnar, annar dómara hér í dag. Ekki nokkrum af að þetta væri víti. Og Marta, frábær markvarsla þarna. Ég veit ekki Ástrós. Það er að reyna að kynna með betur lið Aftureldingar. Gerist vonandi því meira sem líður hann að leik. En vel gert, það er ekki sjálfgefið að verja víti frá Mörtu Hermannsdóttur. Og hér kemur fyrsta sókn gestanna. Guldspjald á Mörtu. Reif þarna harkalega. Í leiknum 5, ég bara verða ekki, ég skil ekki alveg skriftina á skýrslunni því miður. En áfram með smjörið. Þessi sending víðsfjarri og KA Þór vinnur boltann. Aldís Ásta á þetta, situr á Mörtu, Marta skora núna. Markadrottning Ólistildararinni fyrra kemur sér að blað. Það markast í gær líka. Ótrúlega öflugur leikmaður. Já, virkilega góð yfirhættafinta þarna og fyrsta mark Aftureldingar lítur dagsins ljós, 1-1. Aldís Ásta fyrir að finna línuna, já, finnur Ásdís línuna, þetta er vítakast. Þú getur Ásdís takið það sjálf, Marta fær aftur tækifæri. Ásdís fekk ekki að taka víti í gær, nýtti það. Marta skora núna af öryggi. Gerir þetta vel. Og kemur KA Þór því í 2-1. Þetta er eiginlega bara copy-paste markinu áðan. Aftur frábær yfirhættafinta, prjónar sig í gegn og skorar. Ég bara því miður, ég næ ekki að lesa nafnið á henni. En já, 2-2. Og lið Aftureldingar virðist alltaf ná að halda aðeins í við KA Þór hér í upphafi.
Aldís Ásta með skot í vörnina, fær boltan aftur og þetta er auðkast. Já, Halli Þorvar gerir fína hluti í Mosfellsbænum. Búin að vera núna með liðið í smá tíma. Aldís með skot og það er varð frá henni aftur en áfram heldur sótt K.A. Þórs. Höndi komin upp. Marta, þú þurfum að fara að gera eitthvað. Hulda Bryndís yfir að Mörtu. Marta þarf bara að skjóta held ég. Finnur ekki Ásdís á línunni og þetta var tapað bolti. Þetta gestin komist yfir. En er hún að prjóna sig í gegn? Og gestinni komnir yfir 3-2 og undrartaskot frá Mörtu, ekki á markið og já, finnst ekki alveg nægilega góð byrjun hjá liði K.A. Þórs. Já, fín stimplur og ákveðist þetta ekki að fara inn úr horninu og það er í ágætis færi. Þannig að finna hornið, skot þarna frá Írisi Kristínu Smith, framhjá og ekki dæmt á þetta. Katrín Viljánsdóttir vildi klálega meira en ekki neitt. Fékk ekki. Hér er fín innlýsing en Mattea gerir vel í að verja þetta. Varðið þarna frá Ragnhildi. Ragnhildur Hjartardóttir gerði vel þarna á að leysa en kom boltanum ekki fram hjá Mattea í markinu. Já, ég er búinn að fá skilaboð. Þannig að, já, leikmaður 5 sem er búinn að skora öll 3 mörk gestana, Róberta. Hún fara aðeins að pústa núna. Höndi komin upp, hún þarf að fara að gera eitthvað. Lítið ógnanir núna. Gefur þetta skot sem að Mattea ver, kemur boltanum fram á Ásdísi Guðmundsdóttur sem að tekur boltan og setur hann í stöngina út. Já, áfram leiða gestirnir 3-2. Já, 2-3 öllu heldur. Minnum á að lokadagur 8. Norðlenska er á morgun. 3 leikir í KM-inu, allir í beinni. Það er að gera að mæta í húsið ef þið eru fyrir norðan. Annars að fylgjast með á KTV. Öll dagskrá á k.is. Hérna skot í stöngina, Marta Hermannsdóttir nær frákastinu, nú komum við hratt á þetta. Fótur, já, brett, bolti beint í löppin á Kötu Vaff. Og rófa þetta niður Ósvildingar. Já, Róberta skorar þessi fyrstu 3 og svo bara er hún bara í smá pásu. Í staðinn þá er Kristín á miðjunni að stýra þessu. Finna línuna hérna og þetta er ágætlega spilað en vel varist þarna hjá Mörtu og Katrínu. Glemdu þarna eiginlega Kristínu, nei fyrirgefið hérna Brynju á línunni og þetta er víti. Þetta var hún Kristín sem að gera þetta. Og á vítapunktinn fer hún Ann-María. Og frábælega varið á Matteu. Varði alveg allt í lagi í gær en ég er búinn að taka þólanka bolta núna hérna í byrjun.
og Marta Hermannsdóttir í gegn og skorar. Já, 3-3. Það er það 9 mínútur búin að þessu. Já, mætir hún aftur til leiks, hún Róberta. Spurningt að hún endi bara á að skora öll mörk afturheldingar hér í dag. Með rosalega höflega yfirtafintu sem er erfitt að eiga við. Hún upp og bombar þessu núna í markið. Já, það er nokkuð ljóst að hún að leika ansi mikilvægt hlutverki á afturheldingu í vetur. Hilda breyndis í gegn, setur boltinn í slána, rækist hann með fangastinu og stígur á línuna. Sævar Árnason, ekki nokkuð vafa með það. Veit upp að hár hvernig maður á að stökkva inn úr horninu. Það er ekki með því að stíga á línuna. Já, vantar aðeins upp á leik K.A. Þórssetni upp á því. Já, Hildur skerði vel hérna. Finna línuna og þetta er vel varist á Kötu á endanum. Það er sem það er nú að loka á þessar sendingar. Og það þarf að koma meir í ógnun. Flautað akkur þegar voru ná að opna hornið fyrir Írisi. Hún er höndi góðinu upp. Og þetta skot víðsfjarri. Mattea tímur sér leik. Þrjú að alveg kæra hratt á setjabyggjuna. Og opnast hornið á mjög óvænt en frábær markvarsla. Já, boltinn datt þarna fyrir Katrínu Viljánsdóttur í horninu og hún er nú ekki vön að klikka svona færum. Yfirleitt mjög örugg í sínum framkvæmdum, aðgerðum. Og já, Ástrósa byrjunarleik bara af krafti. Og þetta er víti, ekki nokkur spurning, frábær hreyfingarnar á Þóru, fór af krafti á gatið og sótti þetta vítakast af harðfylgi. Mætur hún aftur á vítapunktinn, hún Ann-María Gugic og hún smellir þessu upp í skeiti núna. Hún er ekki mikil möguleiki fyrir Matteu að verja þetta. Kemur Marta, en frábær vörn þarna hjá Róbertu, styrir þessum bolta og já, afturhelding er að spila bara virkilega vel núna. 2 mörkum yfir með boltan og það er alveg spurning hvort að Gunni og Sissi, þjálfarapar K.A. Þórs, þau eru ekki fara að taka leiklér. Vissulega þetta æfingarleikur en það er að nýta það vel. Þetta er ekki nægilega góð byrjun hjá okkar liði. Já, sjáu þig, Katrín Viljánsdóttir mætir þarna blindu hliðina á Kristínu. Það er ekki gott þegar maður er neldur á blindu hliðina. Þarna, flott vörn hjá Huldu og fín hjálpavörn hjá Rækisöru líka. Þessi bolti fer undir stúkuna sem er ekki gott því að það er líklega mikið kusk og rusl undir henni. Það er smá verk framöndan að þrífa boltan. Þá skiptir bara bolta og meðan einn ungur iðkandi stekkur niður og finnur boltan. En já, þessi byrjun ekki alveg það sem að K.A. Þór ætlaði sér, en höndi komin upp hjá gestunum. Skot framhjá, Þóra hitti ekki ramman hana, ekkert að ég skjóta hana samt. Og Haldís Ásta gerði þetta vel. Var alveg klálega örugg með aukasti líka. En smurðunum bara
ánær og minnkar þetta í 4-5. Já, opnan á hornið en Mattea ver glæsilega en boltinn fer út af. Já, Ragnhildur í fínu færi í horninu en Mattea er búin að standa sig vel, veit ekki hvernig staðan væri ef hún væri ekki búin að taka sína bolta núna. Hér kemur Þóra aftur og nú smellir honum upp í skeytin. Já, Þóra María er láta til sín taka. Hér reynir Aldís Ásta að finna Önnu Þyrí á línunni. Búið að brota á Önnu Þyrí. Og já, það stoppa eitthvað leikinn. Eitthvað rusl á gólfinu. Það viljum við alls ekki. Já, fyrirhálfleikur verða hálfnaður. Gestirnir leiða ennþá. Hulda Bryndís á þetta og Aldís Ásta í gegn og skorar, gerir þetta glæsilega og þetta er tveggja brottvísun. Það er hárrétt. Svolítið grottarleg hérna. Hún Róberta og já, hefði alveg getað sleppt þessu og fyrsta brottvísun leiksins lítur dagsins ljós. Gerir það verkum að Afturhalding hendir aukamann í sóknina, þannig að markið er tómt. Spurning hvernig hann á að leysa þetta. Hvort að KA Þóliðin á að refsa með einhverjum mörkum yfir allan völlinn. Já, þarna var Marta klár. Braut þarna á Þóru. Já. Þeir eru að vinna tíma núna gestirnir, en höndin er komin upp núna og þarf að fara að gera eitthvað. Já, Anna Þyrí brýtur hérna á Ann-María. Hún með skot og þessi endar í netinu. Ég hefði viljað sjá Mattíu klára þetta en inn fór boltinn. Og en leiða gestirnir með 2 mörkum, 5-7. Kemur Marta, Hulda, nei, finnur lítið þarna. Allt í nú gal og allt fyrir Mörtu. Marta nýtir sér þetta. Minnkar til 6-7. Já, kom hann það smá vitlaust talning hérna. Ég myndi ekki segja að KA Þór hafi verið búin að vinna einhvern mann. Boltinn gekk það hægt. En vel gert hjá Mörtu eins og svo oft áður á hennar ferli. Þá er það búin að vinna inn aukamannin. Ástrós drífur sig í markið. Það vantar meira í ógnunni, þetta kemur skot fyrir utan og já, það er bara steinleikur. Ann-María Gugic. Hún skorar gott mark upp úr en þeirri lengu. Það fer ekki alltaf að flókið. Og þá er komið að leiklínu sem var aðeins að kalla eftir áðan. 17 mínútur búnar að fyrir áleik og staðan er 5-7 fyrir gestina úr Mosfellsbænum. Og á, klárt mál að það þarf að fara aðeins yfir spilamennsku okkar liðs hér í upphafi. Já, ég er búinn að tala um að það sé 5-7.
En staðan á Gáfatífi er 6-8. Nú er ég ekki alveg klár á hvort er rétt. Við ætla að vita það að gestirnir eru að leiða með 2 mörkum. Já. Já, svona er þetta. Við höldum bara áfram á því að þessi allavega 2 marka munur. Kemur ljós hvort það sé við að Rittarabóra sem hefur rétt fyrir okkur. Ég búið þessu upptekinn að fylgjast með leiknum. Ég er ekki múið að bæla í þessu. En hvað það? Leikliði búið og hér röltir hún inn á hún Martína, nýrleikmaður K.A. Þórs. Hér á miðjunni. Það er spurning hvort það sé ekki Martíana spunnir. Þetta er komið aftur á stað hérna. Og hér kemur hún einmitt á þetta, setur boltan á vörtu yfir. Það hefði Hulda getað að losa boltan aðeins fyrr og hugsalega opna hornið, en það er aukastið. Já. Smá hnökrar á sen, nú er þetta komið í gang, Martína upp og skellir þessu á næstangina. 6-7 eða Új, þetta var virkilega gott að sjá, þetta er ekki nokkuð spurning. Þetta eru 2 mínútur og vonum að sé í lagi með Róbertu. Þetta hefur ekki verið þægilegt, það gæti þungt högg á andlitið. Já, kemur hérna að velli. Nei, hún heldur áfram sem betur fer. Já, er Ann-Maria Gugic á vítamótinum, skoraði áðan, klikkaði fyrsta vítinu. Það er að bíða eftir að Brottusinn sé komin upp á klukkuna. Ann-Maria skorar núna. Finnur leina fram hjá Selmu. Hún mætti markið. Og hún brunar svo að velli til að fá aukamann í sóknina. Ég var mjög til í að þessi regla er fjarlægð úr handboltanum. Listin að opna andstæðinginn manni færri er mjög skemmtileg partur á handboltanum sem hefur svolítið mikið í horfið eftir þessa reglubreytingu. Jæja, Hulda Bryndís upp og Ásdís Sver og þær ná frákastinu. Nú eru gestirnir í góðri stöðu og ná 3 marka forskoti, enda mínúta í mannin hjá K.A. Þór. Og já, þetta var virkilega vel gert, hvernig hann komið boltanum í hornið, en endar hann hjá Rakel Söru. Rakel Söra stóð í ströngu með U17 landsliðinu í sumar, stóð sér mjög vel og har meðal annars valinn maður leiksins í fyrsta leik mótsins. Gríðarlega öflug stelpa sem verður gaman að fylgjast með næstu ár líka, en strax svona lykilleikmaður í K.A. Þór. Jæja, höndin hlýtur að vera að koma upp, já, þannig kemur hún. Það er nákvæmlega ekkert að gera hjá okkur, þá finnur Marta Hermannsdóttir Ásdís á línunni, en Ástrós verður frá henni. Og aftur fá gestirnir möguleika að komast 3 mörkum yfir
og ég get ekki trúa öðru en að þeir Gunnar Líndal og Sigþór Árni Heimisson séu ekki sáttir með spilamennsku stefnuna til þessa. En vel gert hjá Selmu. Selma klár hérna á vel og ánægði með hún brunar út til náboltanum. Og kemur Marta með skot með vörnum og það ná frákastinu. Langur bolti fram, erfiðu bolti. Selma slæðir hann út og Marta tekur hann svo kjölfarið. Já, mistök að báða bóa núna. Væri alveg til að sjá smá kapla hjá okkar liði núna fyrir hálfleikinn. Marta á fram með þetta og brottið á Huldu. Já, ég er alveg til að sjá meira frá Martínu Korkovic, nýja leikmanni KA Þórs. Hún átti góð skot á þann, hún átti alveg að vera óhrædd við að plaffa markið. Kemur boltan áfram og hún ætlaði svo sem meira að dreifa spilinu. Nú höndi kominu upp. Marta með skot sem varið og hvar endar þessi bolti? Endar innkasti. Þannig að KA Þórs farið nýja sókn. Þau þarna hettuna með sér, bolti fór í gegnum 2-3 afturhaldingastelpur. Jæja, Martína á Hulda í stöngina og brotið Ásdísi. Þetta er hárrétt, þá þarf heldur boltanum. Bara lengi með bolta núna. Leysir Rakel inn. Og Martína upp, en enn er Ástrós að verja. Sú að standa sig í markinu. Já, Ástrós Anna Bender. Það er engin Bender búið á henni hér allavega. Spilum við annað kvöld á loka á þessa móts. En fáum við 10. mark gestanna núna. Það er spurning. Vörn KA Þórs búið að aðeins að koma til núna. Við erum ekki búin að fá mark núna í smá tíma. Þá tekur Haraldur Þorvarðarsson leikhlé fyrir hönd gestanna. 7 mínútur eftir af fyrirhálfleiknum. Það er í góðri stöðu. Ég held að það sé ekki margir sem reiknuðu með að þær myndu leiða hérna í upphafi. En það er unnu góðan sigur á Stjörnunni í gær, 18-14. Þannig að það er klárlega mikið spunnið í þetta lið. Það er gaman að fylgjast með Haraldi, þjálfara Aftureldingar. Fór gríðarlega mikið fyrir honum á velli sem leikmaður og það fer líka alveg þokkalega mikið fyrir honum sem þjálfara. Ekki sá rólegasti í bransanum, en hefur alltaf gríðarlega mikið vita á handbolta og ég búinn að vera í miklu uppbyggingarstarfi í Mosó. Já, þá er Ásdís Sigurðardóttir mætt inn á fyrir hönd KA Þórs. Ótrúlega mikill reynslubolti og líka gaman hvað hún ennþá til að leggja allt í handboltan. Hún býr fyrir sunnan en reynir að spila eins mikið hún getur með liði KA Þórs og vinnur hérna við boltan. Og Marta Hermannsdóttir upp og gerir þetta virkilega vel. Sá hún beið eftir að hávörnin myndi pompa niður og lauma svo boltanum yfir þær.
og minkar munin í 8-9. Núna er Róberta tekin úr umferð. Þetta hefur verið rosalega vont. Þóra fekk hérna samherja beint á kjamman. Katrín var að ýta þarna á Ann-María sem að lendi þá akkurat á Þóru sem var að koma gagnstæðri átt. En Þóra harkar af sér. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Hér opnaður hornið en ekki nægilega vel til að fara inn. Og brotin á Þóru. Núna höndi góðin upp, lítið glöfur. Frábær vörn þarna hjá Mörtu og Kötu. Áfram heldur sókn afturhaldingar. Já, Sævar eitthvað að ræða málið við Ann-Marí. Já, þá mætir Róberta á svæðið. Vantar að plaffara þessu. Tekur hérna yrðafintu og skellist tilbaka. Marta vill menna að hún sé að gera á mikið úr þessu. Það ætla að leita ekki vel út. Það er 2 mínútur á Mörtu. Og það er þá ný sókn fyrir gestina. Manni fleiri núna. Skot í stöngina núna frá Róbertu. Fyrsta skotið sem klikkar á henni. Ef við erum að minna rétt. Það er grjótsterkar hérna Katrín og Róberta mætast hérna. Aftur. Sjáið þið kraftin í Kötu. Hún meiddi sig eitthvað, fekk eitthvað högg hérna. Líklega mist aðeins andan. Svona fengið högg á bringuna hana. En hörkutóli Katrín heldur áfram. Ætlaði svo strax að drífa sig í Róbertu. Þannig að þegar sending kom á Ann-Marí þá þurfti hún að vera snögg að koma sér aftur í stöðu. Gerði það svo sannarlega. Já. Svona hvernig við leysum þetta. Vörnin búin að vera fín hjá Mosfellingum og Ástrós þar fyrir aftan algjörlega frábær. Prótið að Ásdísi Sigurðardóttur. Ásdís með þessa frægu yrtafintu fær högg á nefið. Tvær mínútur. Já. 2 mínútur á hana Andriu Ósk þarna. Fór þarna framan á nefið á Ásdísi. Jóhann Gunnar var lengi að dæma þetta en þetta er nú væntanlega rétt. Ásdís er 0 í því að leika eitthvað. Það er bæði lið með mann út af núna. Stutti samt í að K.A. Þór fái fullskipalið. Kemur Hildur Bryndís og já, opna hornið og Rakel Sara í gegn og skorar. Frábærlega gert. Já, Jána með Martínu Korgovic þarna. Hafði yfirsýnina í að koma boltanum yfir í hornið þar sem að Rakel Sara var í fínni stöðu og hún jafnar hér metin í 9-9.
K.A. Þór með fullskipalið um 1,5 mínúta í að Afturelding fái fullskipalið hins vegar og það er alveg þokkalega harka í þessum leik. Það er brotið á henni Brynju á línunni. Höndri komin upp, nú þarf að sækja á. Hulda heppin. Hún er búin að missa Þóru fram hjá sér þarna. Þóra aftur, nú ver hávörðin þetta og boltinn endar hjá Selmu í markinu. Hulda Bryndís í horni og Rakel Sara í dauðafæri og hún lauma boltann yfir Ástrósu og kemur K.A. Þór yfir. Gríðarlega örugg hérna í horninu. Rakel Sara Elvarsdóttir valin í lið mótsins á EM U17 í sumar. Það er náttúrulega frábær árangur. Svo stelpurnar enduðu í öðru sæti. Þau tap í vítakeppni í úrslitaleik. Höndi komin upp aftur, nú eru það miklu vandræðum Aftureldingar. Stúlkur komið fullskipalið núna. Eru samt að gleyma sér því að handa kemur hún. Þá kemur negla hérna frá Robertu. Það verðist lítið geta stoppað hana. Tíu, 1,5 mínúta eftir að fyrir áleik. Nokkuð ljóst að það þarf að fara vel yfir skipulagið í hálfleik hjá liði K.A. Þórs. Leifum boltanum hérna niður í hornið á Rækjarsjörðu, hún Ásdís Sigurðardóttir. Gengur ekki en það er aukakastið. Kemur Martína á Huldu og Hulda reynir snúningsfintuna en Þóra vel á verðið þarna. Martína finnur á Huldu og Hulda í fínu færi, setur hann í slána niður og boltinn endar í höndum Ástrósar. Spurning hvort að Afturelding ná að hanga boltanum út fyrir áleikinn. 40 sekúndur til loka hans. Ef allt er eðlilegt þá væri Afturelding með fórustuna í hálfleik, búin að vera klálega sterkari aðilinn og hérna er allt galopið fyrir Ann-María og hún skorar 20 sekúndur eftir. Nær K.A. Þór jafnenda. Brotið hérna á Huldu. Þurfum að henda einhverju í gang strax. Ásdís með skot upp úr engu. Tími var ekki nærri búinn. Þannig að já, kannski þess að maður hugsaði reyna að koma með óvænt skot þarna. En já, hálfleikur staðan er 10-11 fyrir gestina úr Mosfellsbænum. Það er eiga bara algjörlega skilið. En við bíðum spenntir til að sjá síðari hálfleikinn. Sjá hvort að K.A. Þór náðu ekki aðeins að stilla strengina betur. En við sjáumst á Vörðuspori.
Já, þá er allt klárt fyrir síðari hálfleikinn. Staðan 10-11 fyrir gestina úr Mosfellsbænum. Það er hefja síðari hálfleikinn. Það er spennandi að sjá hvort að KA náðu ekki örugglega laga sinn leik. Það var ýmislegt sem að mátti laga hana. Þau vísu ekkert bank, en hvað var það? Já, sjáum við að Afturelding ætlar að byrja síðari hálfleikinn með aukamann í sókninni. Það mæta hérna 7-6. Áhugt að sjá hvernig það er útfærað það. Þóra niður í hornið, þetta er vel gert og já, hún klárar þetta listilega í horninu. Hún Ragnhildur. Marta klippið Ásdísi. Ásdís niður í hornið á Katrín og Katrín. Nei, Ástrós ver. Ástrós heldur áfram. Eiga stórleik. Líklega skild Magnúsi ver. Hún að verja gríðarlega mikið í þessum leik. Og er líklega einhvern stærsta ástæðan ásamt henni Róbertu að Afturelding er að leiða hennar leik. Já, brotið þarna á henni Brynju Rögn á línunni. Þóra yfir. Reyna að finna línuna að gera það og þetta er mark. Voru klálega örugga með vítið en þurftu þess ekki því að Andrea Ósk skilaði þessu bara í netið. Staðan 10-13, þetta er ekki byrjun að setja álendu sem að KA Þór ætlaði sér. Marta Hermannsdóttir í gegn og þetta er ruðningur. Ég held að Brynja hefði verið inn í teig en dæmdi ruðningur og já, Marta sammála því bendir á að hún hafi verið lengst inn í teig. En Sævar ekki sammála og ruðningur dæmdur. Þessi aukamaður í sókninni er að virka vel fyrir gestina núna. Átt alltaf að finna færi og hægt að gera það vel, opna hornið aftur og já, Ragnhildur er að gera mjög vel að nýta færin sín. 10-14, nú er spurning. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég efast menn hafi séð fyrir að Afturelding myndi fara að henda aukamann í sóknina. Stelpurnar eru í vandræðum með að leysa þetta. Þannig að Marta á þetta fyrir að harðfylgi, brotið á henni. Ann-María með fína hjálpavörð þarna. Hér kemur Aldís Ásta, missi boltan en sleppur með það. Hún reynir bara aftur og þetta er virkilega vel gert. Gott undrartaskot. Og fyrsta mark KA Þórs í seinni hálfleik. Lítið dagsins ljós. Nú þurfa þeir að byrja að færa betur. Íta gestunum í vandræði. Þóra reynir að finna línuna að geri það og þetta er aukast. Var við það að sleppa þarna hún Brynja en vel gert að sleppur hann á að stoppa hana. Höndi komun, nei, ég fannst Sævar ætla að setja höndinu upp, sleppti því og svo stelur Aldís Ásta boltanum. Boltinn fram hérna á Katrínu, Katrín á Ásdísi og aftur og Katrín en Ástrós ver og heyrðu. Ásdís nær frákastinu og fekk hérna virkilega þungt högg á andlitið og þetta er 2 mínútur. Jæja, Ásdís er upprisin.
snúin aftur. Það er gott, mjög jákvætt. Það hafa ekki alvarlegt. Og ég er alveg sammála Sævari 2 mínútur þarna á Andreu Ósk. Það var bara boltan sem að Ásdís Guðmundsdóttir vann af harðfylgi. Gefur Marta mikið pláss og hún skorar, nýtir sér það. Kom enginn út á mótinni og Marta nýtir sér það. Það halda þær áfram með aukamann í sókninni en náttúrulega eru manni færri. Þannig að gestirnir eru 6 á 6 núna og sjáum við að Ásdís Sigurðardóttir mjög framalega en glæsileg gegnumbrot hjá Þóru. Marta áfram á Aldísi, Aldís skorar. Þetta vil ég sjá meira af, við keyrum hratt á þær. Við getum núna að spila glimrandi bolta, hraðan og skemmtilegan sóknarbolta fyrir að stelpurnar vilja það. Kemur Þóra upp en Selma sér við henni. Brotið á Þóru eins og í skotinu. Höndi komin upp núna. Er í smá vandræðum og já, þetta er bara ekki neitt, það er rétt. Áhugaverð ákvörðun hérna hjá Katrínu Helgu. Svo sem allt til að reyna þetta en fintan var ekki alveg leðanlega góð og því var það ekkert færi hérna. Ásdís Guðmunds gerir vel að íta bara á hann en ekki brjóta á henni og opnar hotn fyrir Katrínu Katrín en Ástrós er enn að verja en K.A. Þór heldur boltanum. Hún fullskipulegið á K.A. Þór og finna Önnu Þyri fyrir ekki og þetta er fótur. Já, ná að stöðva Ragnhildi hérna. Já, ég verði ekki henni, ég er ekki alveg nógu ánægður með K.A. Þór liðinuna. Voru frábærar í gær. Unnu 11 marka sigur á HK. En hins vegar mikil virðing á liði Aftureldingar. Það er búin að spila virkilega vel og líka er að spila mjög vel með aukamann í sókninni. Það er engin glórulaus mistök eða vafa sem að sendingar. Það er bara að láta boltan ganga án til að finna opnun. Gera þetta bara vel. Það breytir Marta á henni Þóru. Til að koma meiri opnu núna. Já, hundi komin upp. Mér finnst hún gera full mikið úr þessu og Róberta. Hún skorar gott mark en það er algjör óþarfi að kasta sér tilbaka þegar það kemur smá högg á hana. Gríðarlega góður handboltamaður. Og Sævar segir henni bara einfaldlega að standa upp. Marta í gegn og skorar. Flott flétta þarna hjá Aldísi og Mörtu. En þannig að Marta smýgur í gegn og skorar. 14-16. 22,5 mínúta eftir á þessum leik. Frábæða ruðningu dæmdur. Anna Þyri var alveg 1 með 3 þarna. Staðsetti sér mjög vel og fiskaði ruðningin og Ásdís Guðmundsdóttir ekki klár í sendinguna frá Mörtu þarna og þessi bolti glætast.
Já, og enn er Róberta að skora. Sér svona eiginlega lag inn, ekki hennar fastasta skot í kvöld. En já, 3 marka munur á liðunum. Ég ætla mig svo sannarlega að segja það að ef að Afturelding spilar svona í vetur þá verður ansi gaman í Mosó. En fínt mark hérna og munur orðin 2 mörk. Alveg ágæti stemning í KV-linu. Það var vissulega var ég alveg til að sjá fleiri hérna, en það er svo sem ég er æfingamót, þannig kannski alveg eðlilegt að sé ekki endilega að keppast að vera hérna. Og enn er Róberta að skora. Þetta er svakaleg kanóna. Og Ásdís Sigurðardóttir með kunnulega hreyfingu en skotið framhjá. 15-18. Já, Afturelding vann 18-14 sigur á Stjörnunni í gær sem að kom mörgum á óvart. Það er að sýna það að það var ekkert skrítið við það. Það eru bara einfallega mjög vel spilandi. Og þetta er unningur. Koma hérna hratt á þetta stelpurnar. Ásdís Sigurðardóttir á Mörtu og Marta, já. Gerir þetta vel. Beið eftir að Ástrós tæki skrefið og lauma svo boltanum við stöngina. Þóra, já, heldur sig gangandi, að finna hornið. Já, fín í hörða fymta en Svala er gríðarlega sterk og hún nær að brjóta á endanum. Lítið að vera núna, mætti þarf að koma meira í ógnun í þetta. Já, höndi komin upp. Finna þær línuna, þetta er hins vegar fótur, full lág sendingin á línuna. Hilda Bryndís frá Mörtu, Aldís Ásta, það er ennþá smá sens í þessu, já, að finna þær línuna og þetta er tekjandi Gróttisson, fekk hérna högg á andlitið, hún annað þeirri, sækir hérna vítakast og Marta Hermannsdóttir fer á vítamótin. Já, annað fyrir var líka fullu í sumar með U19 landsliðinu, stóð sig vel þar. Það reyndi í 5. seti á sínu Evrópumeistaramóti. En hér skorar Marta. Og gestirnir manni færri núna í tæpar 2 mínútur viðbót. Já, staðan 17-18. Já, það vantaði á töflunni í KV-linu. En það er komið núna. Opna hornið og þetta er bara vel klárað. Katrín Helga í horninu. Og já, reyna að opna hornið fyrir Svölu en sendingin aðeins og laus. Þannig að hún, Katrín, var búin á að loka á þetta. Kefur Barta á Huldubindi sig Hulda. Já. Og sendingin ekki nægilega hnitmið á Svölu í horninu. Og staðan 17-19 núna. Og Afturelding er
áfram bara með gott tak á þessum leik. Verða halda áfram að hrósa þeim. Mér finnst það búin að vera að spila þennan leik bara mjög vel. Þetta er ruðningur. Það er spurning út í að við klúðra þessu þarna. Það fyrir að hrósa þeim á mikið. Aldís Ásta í gegn og skorar. Gríðarlegu harðfylgi. Frábær Aldís Ásta Heimisdóttir. Það þarf ansi mikið til að stoppa hana þegar hún kemur á fullu gasi. Þá er refsitíminn búinn og Ann María mætt aftur á svæðið. Þóra með skoti og þessir inni. Mattea náði ekki að verja þetta þá hún var þó í boltanum. Aldís Ásta niður í hornið og Svala í gegn og Svala, já, hittar hann undir. Þannig að Evu í markinu og minkamunin aftur í 1 mark. Þetta ánægði með sölu þarna. Erfitt að meta hana bolta þarna, þannig að hún náði ekki stökka almennilega út í tegin eins og kannski vön. En setja boltan bara undir hana Evu og skoraði. Þóra missir boltan en sleppur með Ann María nær frákastinu. Nær lausaboltanum. Þá er leikli Haraldur Þorvarðarson. Við séum nóg í bili. Enda KFH búið svona aðeins að ná að snúa þessu núna og hann reynir að stoppa háblæðingu. Já, það er spurning hvernig þetta endar hjá okkur. Korter eftir og eins og segi bæði lið unnu í gær. Þannig að þetta er stór leikur upp á niðurröðun í efsta sætið á þessu móti. Minnum náttúrulega á eins og segi að lokadagur mótsins er á morgun. 3 leikir í KM-milinu, 1 í höllinni og allir leikirnir í KM-milinu í beinni. Sem sé byrjar klukkan 10:30 í fyrramálið. Þá sýnum við Selfoss Þór. Síðan tekum við klukkan 12:15 KA Fram. Og svo lokum við þessu á leik KA Þór og Stjörnunar. Afturhalding og HK og kvennamegin mætast hins vegar í höllinni. Og hérna skot frá Þóru en góð hávörð þarna. Aldís Ásta var fyrir þessu. Það er hotkastur í gestina. Og Þóra, þessi er yfir. Aldís Ásta kemur á fullu gasi í gegn og sækir í vítakastið. Sá þarna smá smugu milli 1 og 2. Nýtti sér það. Og sótti vítið. Marta Hermannsdóttir fer þá á vítapunktinn. Getur jafnað metinn. Og hann er líklega til að gera það, já. Finnur leiðina fram hjá Evu í markinu og jafnar í 20-20. Nú er spurning hvort að KA Þór geti ekki haldið áfram og hamra járnið með það heitt.
Nú Ástrós mætt aftur í markið. Búin að vera stórkostleg í þessum leik. Já, vantar einhverja alveg allu þarna frá gestunum. Broti á Ann-Marie. Höndi komin upp. Aldís Ásta brýtur hún aftur á henni. Já, hún var hendur að fara að taka aukastið. Aldís Ásta elskar að faðma andstæðinginn sína. En nú þarf að koma skot, það kemur hér og já, Mattea Verita. Kemur K.A. Þór Hallest inn. Aldís Ásta og Martína upp og skorar. Já, hún kemur K.A. Þór yfir. K.A. Þór ekki búið að vera yfir. Það í langan tíma. Það nokkuð tíma í leiknum. Já, nú spurning hvernig gestirnir bregðast við. Leikurinn alveg búinn að snúast núna síðustu mínúturnar. K.A. Þór skyndilega komið yfir. Ná að opna hornið en fín hreyfing hérna hjá Aldísi Ástu, lokar á þetta. Svo skorar Ann-Marie. Jafnar í 21-21. Hornið Svala í gegn og Svala skorar. Glæsilegt. Góðsannínur hornið og Svala klárar þetta listilega. En já, minnst alveg magnað samt hvað afturlíkingaliðið vel spilandi. Kemur Þóra, finnur línuna og ætti víti. Ásdís var náttúrulega fljót að sleppa henni Brynju, en Brynja fekk vítið. Og Ann-Marie fer á punktinn. Hún skorur 2, klikka 1. Mattea Ver, en frákastið Mosfellinga. Katrín Helga fljóta átta sig og handsama hennar bolta. Það opnar hornið og vel klárað. Já, Ragnhildur er búin að vera mjög öflug í horninu í leiknum. Nýtt sín færi vel. Jafnan við 22-22. Aldís Ásta á Martína upp og skorar. Hún má alveg negla á markið og Martína Korgovic. Eins og ég sagði, það er klárlega Martína spunnið. Nýr leikmaður K.A. Þór sem að verður gaman að fylgjast með í vetur. Smellur strax vel inn í liðið. Þetta er Brynja að sækja víti á ný. Já. Nú er það hún Þóra sem að fer á punktinn. Hún skorar. Tuttugu og þrjú. Bæði lið ætla sér sigurinn. Skildi svo sem engan undra.
Kemur Aldís gangandi hérna. Hilda Bryndís, já, Hilda fintan sín góða, en Ástrós snögg niður hérna og ver frá Aldísi. Ástu. Já, það eitthvað að þurrka á boltanum. En já, 23 og Afturhalding fær aftur möguleika á að ná forystunni. Þóra niður í hornið og já, núna sér Mattea við henni. Já, Ragnhildur er búin að vera frábær í leiknum en Mattea sá við henni loksins núna og enn er jafnt. Ja, Martína upp en Ástrós er við henni. Markus Lur núna báðum megin. Hún er búin að vera algjörlega frábær hún Ástrós í markinu. Ágætti stimplunin, sendingin aðeins fyrir aftan Ann-Marie hérna og Káa Þór kemur núna hratt á þetta. Hulda Bryndís yfir á Aldísi Ástu og Svala setur í stöngina, fær ekki neitt. Vildi meina að það fari í sig þarna. Ekki að mati Sævars og Jóhanns Gunnars. Þeir eru svo sem vanir gamla tímanum sem að mátti alltaf íta svolítið hressilega í hornamenn. Opna hornið og núna skor, nei, setur í stöngina út. 2 klikk í röð hjá Ragnheiði. Já. Þá er Rakel Sara mætt aftur í herrhornið. Rétt rúmar 6 mínútur eftir. Það er allt í járnum hérna. Aldís Ásta upp, en Ástrós ver frá henni. Ástrós búin að verja ótal bolta í þessum leik. Reyndar alltaf saman í boltin. En hvað er það? Já, Þóra harðfylgi gegn og skorar. Kemur gesturum aftur yfir. Og þá takaði leikhlé Gunnar Líndal og Sigþór Árni Heimisson. Marki undir núna, rétt rúmar 5 mínútur eftir af þessum leik. Og já, það þarf að finna einhverja lausnir á þessu útspili gestanna vera með aukamann í sókninni því að þær eru ekki að gera nein mistök í stimplunum sinni og taka engar áhættur með einhverjum 50-50 sendingum. Því hafa bara ekki verið neinir möguleikar að koma boltanum yfir allan völlin í tómt markið. En já, Káa Þór ekki búið að skora núna í 4 mínútur og 46 sekúndur eins og við sjáum í horninu á okkur. Og auk þess að þeir eru 2 punktar undir Afturheldingar nafninu. Þeir eru búin að skora núna 2 í röð, búin að ná að snúa þessu aftur. En já,
Eins og minnum á að það eru 3 leikir í beinni á morgun hjá okkur. Stór skemmtilegt mót hér fyrir norðan, opna norðlenska mótið. En nú verður gaman að sjá hvað K.A. Þór hefur stilt upp í. Marta Hermannsdóttir mætt aftur í skyttuna. Ja, kemur Marta á þetta á Martínu. Marta á Huldbryndísi. Hulda. Brotið að henni. Kemur Marta. Finnur önnur fyrir línunni en það er hópast að henni. Voru bara 34 þarna með hana. Það voru engileg gegn hana. Höndin komin upp. Leysi Rækjarsara. Martína, Huldbryndís, nú það verður bara að fara að koma skot, það kemur hér og það er Ástrós, enn eitt skoti sem hún tekur, þó ekki sponsuð af venninum. Já, rétt rúma 4 mínútur eftir og gestirnir geta farið langt með að vinna leik eða skora núna. Ekkert svo svakalega mikill hraði í þessum leik. Finna hornið en hættir við að fara inn og kemur svo með áhugaverða sendingu, hendi fer upp. Og Þóra, já, Rækjarsara náði að koma sér fyrir hana en þetta var bara aukast. Höndin er uppi en núna þarf að stilla uppi á. Það stilli upp fyrir Þóru eða já, Ann-Marie sem að mun spreyta sig hérna. Nefnum komið óvart og löfum boltan aftur inn á línuna. Nei, hún plaffar bara og skorar. 2 marka munur. Gestirnir í lykilstöðu núna. Ekki nema að við komið mark fljótt núna. Og já, Hulda Bryndís skorar stöngurinn. Nákvæmlega sem við þurftum. En ég var alveg til að undum kýra svolítið upp hraðan í þessu. Mér finnst að þegar þau fáskipti sem við höfum virkilega keyrt á gestina þá höfum við fengið auðvelt mark í kjölfarið. En 3 mínútur eftir. Galopið ennþá. Þóra. Þessu gangandi hérna Ann-Marie. Brotið á henni. Kristín á flegiferð, kemur hún áfram og Ann-Marie skorar og losnaði þarna vel hana og hún þakkaði pent fyrir sig. Martína á Mörtu Hermannsdóttur, hún fær víti, ekki nokkur spurning. Rétt rúmar 2 mínútur eftir að þessu. Marta þarf að skora úr þessu víti til þess að halda vonum K.A. Þórs áfram lifandi og hún gerir það. Klikkaði fyrsta vítinu í dag en hefur síðan nýtt þau vel. Hornið dauðafæri en
Vel varið þarna, Selma mætt aftur í ramman og ver þarna glæsilega frá Katrínu Helgu í horninu og Svala í hinum megin, en Ástrós ver og þann boltinn dæmdur svo af K.A. Þór. Ástrós er búin að eiga ótrúlega leik. Þvílíkt og annað eins magna af skotum sem hún er búin að verja og gestirnir fá því annað tækifæri á að ganga svo gott sem frá þessum leik. Já, ég held að það sé komið 15 varða bolta. Allavega heið minnsta. Rækisara við að stela boltanum. Nærði ekki. Höndi kominu upp. Og lítið að gerast. Þú þarf Þóra að bara skjóta þessu. Nei. Rétt tæplega hálfmínúta eftir. K.A. Þór fær sensinn. Marta og það tekur leikhlé. Það tóku leikhlé með 2 rétt áður en að 5 mínútna múrin fór. Þannig að þetta var ennþá í stöðinni, taka 3. leiklið. 17 sekúndur eftir og K.A. Þór reynir hvað þær geta til þess að ná jafntefli úr þessum leik. Mikið spunnið í þetta lið úr Mosó. En á sama tíma er ég ekki alveg nú ánægður með leik okkar liðs í K.A. Þór. En fínt samt að fá þá svona leik á undirbúrstímabilinu en ekki eftir að deildin er byrjuð. Það voru allt klárt til þess að klára þess að síðu 17 sekúndur sem eftir eru. Martína kemur á þetta, klippið við Mörtu, Marta er í horninu á Svölu, Svala aftur á Mörtu, Martína, ekkert panik samt, finna línuna, reyna að opna horninu, Rækjarsöru, gengur ekki og þetta er búið. Þetta er búið, Afturelding vinnur hérna 25-26 sigur á K.A. Þór. Og það er fagnað þessu vel og innilega, lögðu gríðarlega mikið inn í leik og áttu þetta bara einfaldlega skilið. Ég held að það verður bara að segja hreint út, þær voru bara betri aðilinn í þessum leik. En já, því miður eins og segir, við fengum skýrsluna svo stutt fyrir leik, þannig að við vorum ekki með neina tölfræði í útsendingun okkar, en við viljum bara þakka kærlega fyrir okkur í bili í dag. Sjáum við hress á morgun með leik Selfoss og Þórs kl. 10:30. Síðan er leikur K.A. og Fram. Þessum þessi kallaleikir. Svo kl. 2 þá endum við á K.A. Þór og Stjörnunni. En takk fyrir okkur í dag.